Fyrir helgi þá var haldið málþing hérna í Háskólanum á Akureyri undir yfirskriftinni Ísland á norðurslóðum. Hvað var verið að ræða þarna? Það voru 4 mismunandi atvinnugreinar sem voru í fókus, atvinnugreinar sem okkur hefur verið tíðrætt að geti hugsanlega tengst tækifærum á norðurslóðum og sem eru almennt á norðurslóðum, mikið talað um. Það var ferðaþjónusta, sjávarútvegur, leit og björgun og olíuleit. Það sem við vorum að reyna að gera var að fá fjölbreytta hagsmunaaðila sem að hafa töluvert mikla þekkingu á þessum málum og hafa skoðað þau til þess að koma að sama borðinu og velta þessum málefnum svolítið dýpra fyrir sér. Þarna vorum við að leiða saman fulltrúa frá fyrirtækjum, fræðimenn og sérfræðinga hjá opinberum stofnunum og jafnvel aðila frá sveitarfélögum hér og þar á landinu. Og hvernig var mætingin? Hefur fólk í þessum greinum áhuga á norðurslóðum? Mjög mikinn áhuga og það bara sýndi sig á mætingu á föstudaginn. Þetta var vel sótt bæði af fyrirtækjum og fræðimönnum og stofnunum alls þar að landinu. Mikill áhugi. Og hvað var svona helst til umræðu? Það sem var nú mjög mikið, var allavega ofarlega mér í huga eftir að ég fór af þessari ráðstefnu, það var hvað þekking skipti máli og hvað samvinna skipti miklu máli, að það sem að skipti máli að sé í lagi upp á framtíðina hvort sem að ræða olíuleit eða leit og björgun eða ferðaþjónustu, sjávarútveg eða jafnvel siglingar sem að reynda var ekki tekið fyrir í þetta skiptið, að þá það innviðir sem að skipta máli, þannig að innviðir og þekking og samvinna og það hvernig við undirbúum þessi verkefni til framtíðar þannig að þau komi ekki niður á einhver annar staðar. Það er svona svolítil áskorun sem að fylgir því að reyna að nýta sér tækifæri en jafnframt missa ekki sjónar á sjálfbærni hugtakinu. Byggja svolítið á því sem við höfum nú þegar, ekki leggja út í eitthvað sem við vitum ekki hvernig munu skila sér. Og það sem að kannski það eina vissan sem að á norðurslóðum að það töluverð óvissa það hvernig hlutirnir munu fara. Við vitum það að loftslagsbreytingar hafa svona einhvern veginn átt sér stað miklu hraðar heldur en við bjuggumst við. Ísinn að bráðna og hörfa miklu hraðar heldur en við bjuggumst við. Hann í dag það sem hann búist fyrir 4 árum og hann eftir 50 ár. Þannig að augljóslega einhverju ferlar í gangi sem að við ekki höfum almennilega tök á að fylgjast með. Hugsanlega getum við nýtt okkur eitthvað svona tækifæri til framtíðar og ef að það er þannig þá augljóslega þurfum við að undirbúa það svolítið vel. Nú eru margir sem vilja meina að þetta sé eitthvað svona norðurslóðabóla og það kannski getur vel komið á daginn eftir 10 ára, það er nákvæmlega það. En ef ekki, þá höfum við tíma til þess að undirbúa okkur vel. Við höfum tíma til þess að greina hvar við höfum þekkingu og hvar okkur vantar þekkingu og hvernig við getum farið að því að þá að afla þeirra þekkingar. En manni finnst alltaf eins og það sé alltaf verið að tala eitthvað þessi norðurslóðamál en eins og kannski umræðan komist kannski ekkert lengra. Þetta hefur nú verið kannski svona síðastlið ár hérna á Íslandi mikið verið rætt norðurslóðir en þetta var kannski okkar tilraun til að tala saman, fá alla að borðinu sem hafa verið að tjá sig norðurslóðamál og bara vona að þetta samtal muni halda áfram sem að við ætlum svo vissulega að reyna að halda áfram með. Ef ég má bæta eins við þetta, þá ef einhver hefði sagt okkur fyrir 1,5 ári síðan að áhugi á norðurslóðamálum myndi auka svona mikið eins og hefur gert hérna á Íslandi síðastliðið ár, þá ekkert víst að við höfum trúað viðkomandi. Það fólk og stofnanir sem hafa unnið að norðurslóðamálum og norðurslóðatengdum verkefnum í mörg ár. En það eiginlega fyrst núna í ár sem að almenningur svona að gera sig grein fyrir býtu kannski þetta eitthvað. Og ég held að ástæðan fyrir því að það hefur verið að tala um norðurslóðamál í öllum hornum og alltaf og allstaðar vegna þess að það svona einhver meðvindund að vakna þessa möguleika og þessa breytingar. Ég held að það munu kannski róast pínulítið og fólk átti sig smám saman á því að þetta svona einhver svona langtíma verkefni. Sem dæmi þetta má segja að það eru ýmsir klasar sem að hafa risið hér síðasta árið og má það nefna Norðurslóðanet Íslands og Arctic Services, Norðurslóða viðskiptaráðið, Norðurslóði Reykjanes HF og svo þetta til nefnd sem heitir Samvinnunefnd málefni Norðurslóða og búin að vera til í ansi langan tíma. Það sem gott við alla þessa klasa
að jafnvel þó að sé að sumstaðar örlítil skörun, þá höfum við frá upphafi verið í mjög góðum samskiptum og allir gera sig grein fyrir því að það sem að skiptir mestu máli einmitt samskipti og samráð og þess vegna höfum við farið út í þá vegferð að halda þennan viðburð eins og á föstudaginn í sameiningu. Það svona til þess að gefa út ákveðin skilaboð sko vilja til samstarfs og ákveðina meðvitund mikilvægi þess að fræðimenn, sérfræðingar, samfélög og fyrirtæki finni sér eitthvað svona leið til að vinna saman að þessum málefnum.